Góðan og blessaðan daginn og til hamingju með góðan dag fyrir okkur í Væs. Það var langt síðan við höfum haft svona ráðstefnu áður og gleðum við mikið. Við ætlum að fara yfir nýjungar, svona misgamlar eða nýjar og þau eru búin að renna mjög hratt yfir sögu og fylgjum síðan því eftir með svona örkynningum á vefnum eins og við höfum verið með undanfarið. Þetta bara svona til að gera einhver smá innsýn inn í svona það sem að gerast. Nýjungar í sveitarstjóra ekki bundnar við Business Central, heldur eru líka alls konar veflausnir sem að koma inn, eins og við höfum verið að kynna dálítið. Síðan eru önnur tól og tæki frá Microsoft sem að eru til dæmis Teams og SharePoint og fleiri sem að að samþættast inn í Business Central og loks eru það vefþjónustur sem að við erum að tengjast fyrir alls konar hluti. Þetta svona það bil það sem við ætlum að nefna, en við förum mjög hratt yfir sögu og fylgjum við síðan eftir áfram. Við ætlum að byrja á, og við ætlum svona að skiptast á ég og Sigrún, svona til þess að svona redda málunum. Þá ætlum við að byrja á fjárhagsáætlunum. Og það sem nýtt að við erum alltaf að bæta inn nýjum hlutum í fjárhagsáætlunarkerfið okkar. Markmiðið okkar í raun og veru að flóknari áætlunaratriði sem snertar bæði rekstur, efnahag og handbært fé komi í sér skjámyndir svo að hægt sé að tryggja betri uppfærslu í fjárhagsáætlunar færslunar. Svo allt fari nú rétt inn í fjárhagsáætlunina. Þetta svona líkt í að vera að bóka í fjárhag og þá setjum við inn í fjárhagsbókina og síðan sér bókunin að setja allt á rétta staði svo allt gangi og stemmi upp. Ýmsar skuldbindingar og samningar áþekkt skuldabréfakerfinu nema að það ætlað fyrir það sem passar ekki inn í skuldabréfakerfið. Eins og lífeyrisskuldbindingar, ýmsir leigusamningar og annað slíkt en það virkar á sama hátt og skuldabréfið. Þetta sótt inn í skuldbindingafærslubók og síðan það uppfært í áætlunina þannig að allt fari rétt inn í hana. Uppgjörsáætlun í raun og veru uppgjör sem sett inn í áætlun. Og tilgangurinn með því að þá getum við notað sömu tæki og tól sem eru í fjárhagsáætlunarkerfinu til þess að birta upplýsingarnar eins og rekstrarreikning, efnahag, sjóðstreymi og þess háttar og getur líka verið að birta það samhliða til samanburðar við áætlun. Síðan uppreikningur á 3 ára áætlun sem öflug aðgerð til þess að spara manni alveg ótrúlega mörg klikk. Því að ef að framkvæmda áætlun breytist í grunnáætluninni á grunnárinu þá hefur það áhrif á öll 3-4 árin sem eftir kemur og með einu smelli að þá getum við keyrt þessa uppfærslu út í gegnum alla 3 ára áætlunina. Að lokum heildar fjárhagsáætlunin komin sett inn í Excel-skjal þar sem þá í BSC keyrð uppgjörskersla eða undirbúningskersla og síðan þetta náð í þetta inn í Excel-skjalið og þá það fullbúið til í raun og veru skila á fjárhagsáætluninni. Nú ætlar Sigrún að taka aðeins. Halló, heyrðu ekki í mér? Já, ég heyri ekki í mér, já. Sem sagt,
Vefþjónustur fyrir endurskoðendur. Ég held að mörg ykkar séu með þessa þjónustu nú þegar, en bara svona þau sem ekki með hana, þá þetta mjög sniðug þjónusta. Þetta rauninni 40 vefþjónustur sem hafa verið sniðnar í rauninni unnum við þetta með KPMG, en Deloitte farin að nota þessa þjónustur líka. Þannig að þá rauninni nýta þeir þessa þjónustur inn í Excel-skjölun hjá sér, stilla því upp og sækja gögnin þá inn í grunninn hjá ykkur og þið getið opnað og lokað aðgang fyrir endurskoðendurna og þið stillið ramman, tímabilið sem þau eru að vinna með. Og síðan í rauninni á næsta ári þá koma þeir með sama skjalið og íta bara á refresh og þá bara gögnunum delt inn. Þannig að þetta bara tvímælalaus sparnaður fyrir alla. Og eins og ég segi, fyrst var þetta KPMG sem var þetta með okkur, en svo Deloitte farin að setja þetta upp hjá sér vegna þess að sjá hvað þetta mikið sparnaður á þessu. Sveitagáttin, það ég líka. Sveitagáttin í rauninni hjartað í umsóknum og tengingum við önnur kerfi, ytri kerfi vegna reikningagerðar og styrkja. Við erum búin að sjá heilmikið af lausnum sem eru að nota sveitagáttina. Eins og allar þessar veskislausnir og allt þetta dót sem við erum búin að tala í dag. Og það rauninni verkislausnir, vefumsóknir, bunkaumsóknir, tengingar við völu, sportdeiflir, online, hvað sem það heitir, alls konar veflausnir og annað því líkt. Þetta hjartað. Og hérna það sem við stillum allt inn. Þetta ekki nýtt, en það búið að vera rosa mikið þróun í þessu núna undanförnu. Mataraskriðin, þetta fór svo hrikalega vel í gegnum það að ég ætla ekki að segja neitt meir það. Styrkjakerfið, þetta í rauninni, tómstyrkjakerfið, þetta í rauninni kerfið sem búin að vera til í lengri tíma, en í rauninni mér langaði bara svona að benda ykkur á og við erum að þróa það áfram. Þarna í rauninni hugmyndin að þið þekkju all, held ég sé, hvati sem að sportdeiflir með sem að þeir fengu frá Nóra. Þetta í rauninni sambarilegt að heldur utan styrki niður á kennitölu, en þarna hugmyndin að þarna getur sportdeifli talað við grunninn, það getur sideline sport, það getur verið hinn ýmsu kerfi utan að og tala við grunninn ykkar til þess að vita hvað eru upplýsingarnum, hvað er búið að nota af styrkjum fyrir viðkomandi nemanda, ásamt því að það er hægt að handskrá styrkumsóknir ef einhver kemur inn á skrifstofuna eða við ætlum að það er vefur þar sem hún getur líka sótt það að námskeið sem ekki skráð í sportdeiflir eða í einhver öðru kerfi, að þá getur þið skráð það inn sjálf og það er einhver sem metur hvort að það sé styrkhæft eða ekki. Jöp. Þú ert ennþá. Er ennþá ég? Vá, ég er bara nóg að gera hérna hjá mér. Já, kortauppgjörið, eins og við fórum yfir hérna í morgun, þá er þetta kerfi sem er að lesa kortafærslur frá kortafyrirtækjunum til þess að auðvelda okkur afstemmingar við bókhaldi hjá okkur. Og þetta er bæði Valitor og Saltpay og mér skilst að það sé miklu meiri ávinningur af því að tengjast Valitor vegna þess að Saltpay í dag þegar að senda einhverja samantekt betri, Hjördís nú betra að útskýra þetta, akkum guld. Já, heyrðu, takk fyrir það. Hafnarkerfið, það er svona aðeins nýjasta sem hefur bæst við það sem sé mælar. Þannig að þegar skip kemur til hafnar þá er þetta að tengja það við rafmagnsmæla eða vatnsmæla og þá er þetta að skrá upphafsstöðu og síðan þegar skipið fer þá er lokinn, tekið lokastaða og þetta er tengt við skipskomuna og svo þegar reikningur fyrir skipskomuna er gerð að þá koma þessar reikningslínur sjálfkrafa inn á reikningin. Einnig eru í kerfinu leigueiningar, húsnæði, jarðskikar eða gámar sem að hafnin á og er kannski að leigja út. Þessar einingar geta verið tengdar mælum á sama hátt og skipin og svo þegar reikningagerðin að þá koma reikningur fyrir leigunni og einnig fyrir notkun á rafmagni og vatni. Síðan er aflauppgjör. Aflauppgjör er sent frá fiskmörkuðum og útgerðarfélögum
eftir að búið að selja aflann og það hægt að skrá það inn í kerfið og tengja við skipskomur og vigtarkerfið og búa til aflagjaldareikningin fyrir útgerðina. Það er spurningum að því að við erum með svo stuttan tíma eftir að við bara nefnum hvaða kerfi við erum með. Því að við rauninni, eins og við sögðum, ætlum að vera með örnámskeið og við hefjumst strax eftir páska með þessi atriði sem að nefnd eru hér. En þannig að þú bara kannski rennir hrætt yfir næstu glærur. Já, það eru mestu fasteigna atriðin í fasteignastjóranum snúa af sorpi og sorpmeðhöndlun og við erum að undirbúa tunnukerfi þar sem að hægt að halda utan sorptunnurnar, hvar það eru og svo framvegis. Hnippið, Sigrún, allir að... Já, þetta er bara, við ræddum þetta í morgun, held að skilaboðin hafi komist þar áfram. Við erum að fara innlega hnippið. Síðan er félagsmálastjórinn, aðal brennipunkturinn þar. Núna er málefni flóttamanna og við erum svona að vinna að útgáfu af einhvers konar varandi vinnu með málefni flóttamanna. Veitukerfi, það er svona heilsteypt kerfi fyrir hitaveitur eða kaldavatn og líka þetta að hafa gagnaveitur. Síðan er veituvefur það sem að Brynjar sýndi aðeins áðan, en þetta er heilsteypt kerfi sem að getur gert allt sem að svona veitukerfi þurfa að gera. Nú verkbeini og vinnudagbók, við erum með verkbeinakerfi, það sem hægt er að senda inn verkbeinir í gegnum vefþjónustur eða bara stofnaði beint. Síðan er vinnuskráningin og það allt, það fer beint inn í svokallaða vinnudagbók og vinnudagbókin er forsnið af verkbókinni sem er búið að gera mikla sjálfvirkni í vinnuskráningunni og síðan flæðir þetta áfram í gegnum verkbókaldið og út á reikninga. Kostnaðaruppgjör. Snappið er í rauninni þjónusta, ég veit að það er komið rautt hjá okkur. Það að stela hérna einni mínútu, þetta er síðasta. Það ekki? Já. Snappið er vefþjónusta sem er fyrir starfsmenn til þess að gera kostnaðaruppgjör og þá er rauninni hafa þeir svona power app í símanum hjá sér þar sem þeir geta skannað kvittanir og reikninga sem síðan er unnið úr og það er sent áfram inn í kerfi sem að skráir safnar upp færslum fyrir kostnaðaruppgjöri starfsmannsins. En þetta ætlum við að halda betri kynningu á seinna. Takk fyrir.